Starfsemi sjávarútvegsfyrirtækja hefur tekið miklum breytingum á undanförnum árum og með aukinni tæknivæðingu er líklegt að breytingar verði jafnvel enn hraðari á komandi árum. Hverjar eru ógnirnar og hvar liggja helstu tækjafærin? Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, er gestur í landsbyggðum. Heiðrún Lind, ef þú horfir bara í nokkur ár fram í tíman, 5 ár, segjum það, hvernig mun sjávarútvegurinn breytast á næstu 5 árum? Ég er auðvitað bara mjög bjartsýn fyrir hönd sjávarútvegs og ég ger ekki ráð fyrir öðru, svona miðað við taktinn sem að verið hefur. En að við munum sjá á næstu 5 til 10 árum töluverða aukningu í viðbót í verðmætasköpun í sjávarútvegi. Vonandi hækkun á afurðaverði, betri nýtingu, auknum gæðum, allt leiðir þetta auðvitað til þess að við erum að fá meiri verðmæti fyrir hvert fisk sem að dreinur úr sjó. Þetta verður þó að grundvallast auðvitað á þeirri forsendu að fyrirtækin hafi svigrúm til áframhaldandi blómlegra fjárfestinga í atvinnugreinni og það þá reiðir sig á það að reksturinn gangi vel. Þannig að það ári vel í sjávarútvegi. Þar eru auðvitað erlendir markaðir sem að munu skipta miklu máli, bara hvernig þróast þeir. Vonandi verður þessi veira öll fyrir bí fljótlega og svo þetta áframhaldandi stöðug og áreiðanleg löggjöf. Það er svona grundvallar forsendan að menn geti hafi fyrirsjáanleikan í stöndugu kerfi. Þannig að ef að þetta allt gengur upp, að þá er ég bara mjög bjartsýn á það að við getum skapað meiri verðmæti en við gerum í dag. En sjávarútvegurinn eins og margar aðrar greinar er að tæknivæðast sem ansi fljótt þessi árin. Hann er auðvitað á fleygiferð og ég myndi segja að sjávarútvegur hafi verið svona brimbrjóturinn í þessari 4. iðnbyltingu hér á landi allavega. Og þar einmitt sjáum við bara hvernig skilur að á milli landa að vera með gott fiskveiðistjórnarkerfi. Kerfið sem að býr til þessa hvata, til þess að fjárfesta, til þess að fara í nýsköpun. Og það er auðvitað þessi nýsköpun, samstarf þá sjávarútvegs, grunnatvinnugreinarinnar og tæknifyrirtækja. Það krefst tíma og fjármagns og góðra samvinnu og trausts. Kerfið hefur í raun verið hvatinn að því að þetta var til. Þannig að ég er bara mjög bjartsýn á að við höldum þessari vegferð áfram og þá búum til aukin verðmæti í afleitum greinum eða greinum sem að þjónusta íslenska sjávarútveg og geta svo selt þessa þekkingu áleiðis. Við þekkjum það að Samherji til dæmis á Eyjafjarðarsvæðinu er með ný fiskvinnsluhús, flottar græjur, Brim í Reykjavík er að taka í notkun nýtt hús. Er þetta það sem að koma skal hjá fyrirtækjum þannig að þau verði bara lífvænleg eða hvað? Þetta er auðvitað lykilþáttur í því að treysta samkeppnishæfni Íslands sjávarútvegs og treysta samkeppnishæfni fiskvinnslu á Íslandi. Það er að tæknivæðast. Við keppum ekki til dæmis í launakostnaði við önnur lönd eins og Pólland eða Kína eða Asíu eða þar sem að launakostnaður er brotabrót af því sem hann er á Íslandi. Við viljum greiða góð laun og við ætlum að greiða góð laun í íslenskum sjávarútvegi. En það þýðir það að við þurfum að breyta áherslum okkar og þessi tæknivæðing að fækka mannshöndum, það er bæði kostnaðarlegt atriði en ekki síður gæðamál. Að því færri handtök sem að fiskurinn fær, því betur treystu við gæðin. Þannig að þetta er algjör grundvallar þáttur að við séum að tæknivæðast, það er bara til að treysta þessa samkeppnishæfni, að við getum keppt við sjávarútveg og fiskvinnslur í öðrum löndum. En metnaðurinn liggur auðvitað þarna að við munum fullvinna afurðina á Íslandi því að það skapar auðvitað mest verðmæti. En forsendin er aftur að menn geti þá fjárfest í þessari nýjustu tækni. En eins og þú segir að þá er sjávarútvegurinn, það er verið að selja afurðirnar á alþjóðlegum mörkuðum þar sem að er verið að keppa við þjóðir þar sem að launin eru miklu lægri. Er það sem sagt tæknivæðingin, er það sem sagt eina svona rökrétta svarið? Já. Hún er í raun eins og grundvallar forsenda fyrir því að við treystum samkeppnishæfni. Önnur forsenda er að sjálfsögðu bara önnur rekstrar skilyrði. Svona hvaða jarðveg stjórnvöld búa atvinnugreininni og fiskvinnslu þá sérstaklega. Að innviðir hér virki, ég meina sjávarútvegur reiðir sig að mjög miklu leyti á fjölda innviða þar sem við þurfum að treysta á að stjórnvöld fjárfesti í þessum innviðum. Það eru auðvitað vegirnir, það er raforkukerfið, það eru alþjóðasamgöngur, það eru hafnir.
Þannig að það þarf að huga vel að þessu til þess einmitt að þetta virki allt eins og tannhjólin öll virki án þess að það sé eitthvað högt á þeim. En þegar það eru verið að tala og sýna frá þessum nýju flottu fiskvinnslum, þá það svona, oftar en ekki að þetta íslenskur hugbúnaður, vélakosturinn er íslenskur. Hvers vegna fara íslensku sjávarútvegsfyrirtækin þessa leið en ekki að kaupa eitthvað unit frá hinum stóra heimi? Já, svarið er einfalt. Það er ekki til út í hinum stóra heimi. Þannig að frumkvöðlarnir eru í raun íslensku sjávarútvegur. Þannig að það er bara verið að leysa vandamál sem að eru þá vandamál sjávarútvegs allstaðar í heiminum. En vegna einmitt þessa að menn kerfið hefur skapað þennan hvata að menn geti fjárfest í nýsköpun og vilji leysa vandamál sem verður kannski ekki leyst á næstu 2-3 árum, hugsanlega verður að leyst eftir 10 ár, að menn leggja í þessa vegferð vegna þess að þeir sjá fram á að vera starfandi í atvinnugreinin eftir 10 ár. Að það geti þá búið til aukin verðmæti og þetta er búið að taka langan tíma en við erum komin á ágætis stað í dag og við þurfum auðvitað alltaf að halda þessu áfram og síðan fer auðvitað tæknin, það eru núna Rússar, Norðmenn að kaupa þessa íslensku tækni þannig að það er auðvitað kannski dálítið skeinuhætt fyrir sjávarútveg að það eru þá önnur samkeppnisþjóðir okkar eru að farin að kaupa þekkingu og tækni sem að við höfum þróað en það þarf þá bara að halda áfram, það þarf alltaf að hlaupa aðeins hraðar. En má þá kannski halda því fram í raun og veru að það séu að verða bara þá til ný störf innan sjávarútvegsins á sama tíma sem þið fækkar þá líka. Þetta er svona tilfærsla á störfum eða hvað? Já, það var nú margir sagt það. Það hefur kannski ekki orðið, það hefur orðið fækkun í störfum í þessum grunnstörfin sem eru veiðar og vinnsla, sem sagt hinn hefðbundna fiskvinnsla. En þeir sem hafa verið að fjárfesta í nýjustu tækni, að þá hefur það kannski ekki verið að fækka í þeim fyrirtækjum, starfsfólki, heldur hafa störfin orðið önnur. Tæknivætari störf, þarf auki menntunarstig, annars konar störf verða til. Betur launustörf, auðveldari störf líkamlega, þannig að það hefur svona verið, það verður framþróunin í þessu. En þetta eru miklar fjárfestingar. Þau fyrirtæki sem að einhverju hluta vegna tæknivæðast ekki á næstu árum, hvað verður þau? Sitja þau þá bara eftir eða? Það er bara mjög góð spurning og það er eitthvað sem við þurfum sem atvinnugrein og sem samfélag líka að svona eiga gott samstarf hvernig ætlum við að auðvelda fólki sem að missir störf við vinnslulínurnar í þessum hefðbundum störfum eða til sjós ef að það fækkar á sjó, ef að lestar verða mannlausar og annað þess áttar. Við þurfum að aðstoða þetta fólk við að aukna fræðslu, að þau mennti sig þá eða öðlist þekkingu í þessu nýja breytta umhverfi. Þannig að svona fiskvinnslur sem munu sitja eftir, þær munu þá hugsanlega leggja upp laupana, hugsanlega munu einhverjar vinnslur sameinast með tæknivæðingunni í fiskvinnslu, þá ferðu þetta líka geta afkastað miklu meira. Þannig að þú þarft meira hráefni inn í þessa vinnslu til þess að hún geti verið starfandi 5 daga vikunar og veitt þar 100% starf fyrir það fólk sem þar starfar. Þannig að hugsanlega mun þá vinnsla verða á færri stöðum, einhverjar útgerðir munu hugsanlega sameinast vinnslur. Þetta sér maður fyrir sér svona til næstu ára, að það verður ekki fjárfest í völkutækjum eða mariltækjum í hverju einustu fiskvinnslu á landinu. Ég held að það yrði, þá værum við að horfa fram á jafnvel offjárfestingu í greininni. Þá hefðu allar þessar vinnslur ekki nægt hráefni til þess að reka sig réttu megin við núlið. Þannig að svona getur, þetta verða vaxtarverkir næstu ára sem að við þurfum bara sem samfélag aðeins að takast á við. Hvernig við horfum fram á þessa breytingu í störfum. Hversu fljótt sérðu þetta gerast eða fara af stað og er svo sem hafið í raun? Þetta er í raun hafið, já. En ég hugsa næstu 5 til 10 ár verði mikil gerjun í þessu.
En það þá líka krafa markaðarins að fyrirtækin stækki til þess að ná fram hagræðingu vegna þess að íslensku fyrirtækin þó okkur þykir þau stór þá eru nú ekkert svo mjög stór á svona alþjóðlega mælikvarða? Við erum auðvitað stærsta fiskveiðiþjóð í heimi í okkar hjarta sko og við erum með besta fisk í heimi, ég segi það fullum fettum. En út í hennum stóra heimi erum við smá. Ég held við séum með kannski 1-2% af því sem veitt er. En svona, jú, við erum stór fiskveiðiþjóð, en stærð fyrirtækjana, ég meina ekkert íslenskt fyrirtæki nær inn á stærstu 100. Þar eru nokkur norsk fyrirtæki, þar yfir tugur japanskra, kínverskra, rússneskra fyrirtækja, en Ísland nær ekki á lista. Umræðan þetta stórir í sjávarútvegi líka á Íslandi, þá finnst mér það alveg áhugavert þegar maður horfir til dæmis núna á Marel sem að á rætur sínar í einmitt þessari þjónustu við sjávarútveg og samstarfi við sjávarútveg þá tækni sem að þeir búa til núna og skapa milljarða verðmæti. Ef að verðmæti Marel í dag eitthvað kannski kringum 800 milljarðar, þá það meira verðmæti heldur en allra afla heimilda á Íslandi. Þannig að Marel bara þetta þjónustu fyrirtæki við sjávarútveg orðin stærri en allur sjávarútvegur á Íslandi. Þannig að mér finnst við líka stundum svona tala eins og sjávarútvegur sé miklu stærri en raunverulega meira að segja í okkar litla landi. En að selja fiskinn, það grunnforsendan að fá sem besta verðið, þannig að sé hægt að láta hjólinn snúast. Þú sagðir að íslenski fiskunum væri sá besti í heimi, en nóg bara að segja það sem sagt við kaupendur? Nei, því miður, það ekki nóg. En þarna held ég líka að við eigum tækifæri. Í því að svona gera neytandan, auka vitund endaneytandans á gæðum íslenska fisksins og þar höfum við bara svo ótrúlega góða sögu að segja. Bara hvernig hann veiddur, sjálfbærnin í veiðunum, sjálfbærnin í fyrirtækjunum og líka svona kannski þessi mál sem að núna hafa orðið mjög áberandi auðvitað loftslagsmálin, umhverfismálin. Þar stöndum við auðvitað mjög framarlega í því að draga úr kolefnissporinu, bara hvernig við förum að í veiðunum, endurvinnsla á veiðafærum, allt þetta þættir sem að eru ótrúlega góðir inn í þetta umhverfi akkurat núna. Hvernig neytendur dagsins í dag, ungir neytendur framtíðarinnar, hvað það sem að þeim finnst mikilvægt þegar þeir eru að kaupa í matinn. Þar eru við að keppa ekkert bara við fisk, þar eru við að keppa við alls konar próteingjafa. En að draga úr kolefnissporinu, tölum næst svona skipaflotan sem hann nú orðinn ansi gamall þannig lagað séð. Eru rafmagnsfiskiskip rétt handan við hornið? Ég vildi óska að ég gæti sagt já. Og ég vildi óska að við gætum sagt, við ætlum bara að verða að keyra á rafmagnsskipum eða vetni eða hvað sem verður fyrir valinu á næstu 5-10 árum. Maður verður hins vegar að vera raunsær í þessu. Og staðreyndin sú að það ekki til í dag lausn í fiskveiðum sem að leysir jarðefnaeldsneyti af hólmi. Það ekkert fiskiskip í dag sem að komið í þessa vegferð. Þannig að við verðum auðvitað að treysta á þá tækni sem að þegar til staðar og reyna þá að minnka notkun á jarðefnaeldsneytinu með auðvitað ýmsum leiðum sem færar eru en síðan auðvitað fylgjast með þróun og vera vakandi fyrir þróun og vera þá í færum til að fjárfesta í þeirri tækni þegar hún kemur. En í dag það þannig að fyrirtækjum allan heim eru bara að veðja á, sumir veðja á vetni, aðrir veðja á rafmagn. Það ekki farið að sjást í svona einhver eina lausn sem að menn sé að þetta verður lausnin hvað sjávarútveg varðar. En hvað með fiskeldi og þá bara þorskeldi, ef við tökum það? Þarna bara ótrúlega dýnamík og maður sér miklar breytingar sem eru að eiga sér stað í svona hvernig menn munu veiða fisk í framtíðinni. Nú það eru til staðar skip í dag sem eru farin að koma með þorsk lifandi að landi í töngum. Þannig að það kannski svona fyrsti vísirinn eða svona að einhverju að halda fisknum lifandi þar til hann fer í vinnslu. Þannig að landeldi alveg eins, ef að þetta hægt, þá tel ég að landeldi eigi sér alveg mjög lífvænlega framtíð
í þorski. Tölum næst útflutning á óunnum fiski sem gríðarlegur. Já, það hefur verið aukning í útflutning á óunnum fiski. Það auðvitað eitthvað sem við verðum að fylgjast með. Ef úr því að við erum að segja, við höfum metnað í því að fullvinna afurðir hér heima og fjárfestingin í landi ber þess öll merki að þar liggur metnaðurinn. Þá það hins vegar þannig að það verður alltaf eitthvað af fiski sem að mun fara óunnum landi og það getur þá verið vegna þess að hann hendi illa til vinnslu hér innanlands. Flatfiskar fara miklu leyti úr landi vegna þess að einmitt að það bara svarar ekki kostnaði að vinna þá hér heima. Við höfum séð aukningu í útflutningi á óunnum þorski. Það áhyggjuefni og við þurfum að finna út úr því hvað veldur. Það alltaf einhver hluti sem að fer óunninn, smáfiskur eða annað þess háttar sem einmitt hentar þá síður til vinnslu. Útflutningurinn á þorski óunnum hefur svona, það má í raun segja að sveiflan sé bara nákvæmlega eins og sveiflan í gengi krónunnar. Bara þegar að samkeppnishæfni fiskvinnsla á Íslandi fer þverrandi við gengi krónunnar, ef að hún orðin það sterk að fiskvinnslan fer að þjást, þá sjáum við aukningu í útflutningi og öfugt. Þannig að þetta skiptir líka máli bara samkeppni fiskvinnslunar. En við erum ekki stór útflytjandi á óunnum fiski ef við berum okkur til dæmis saman við Noreg. Það kannski 4-5% af þorski hefur verið að fara óunnum úr landi. Núna í COVID það kannski að fara og upp undir 10%. Og það bara COVID viðbrögð. Hér lokuðu fiskvinnslur til dæmis, afkastagetan í fiskvinnslu var minni út af sóttvarnaráðstöfunum. Það svona atvik sem hafa komið upp núna bara þessu ári sem hafa leitt til þess að menn afsetja meira óunnið úr landi. Þannig að það verið að bregðast við einhverju óeðlilegu ástandi. Og ég hefði áhyggjur á því ef við færum að grípa til einhverja aðgerða núna, hefta útflutningin í svona óeðlilegu ástandi. En við að segja, ok, ef þetta heldur áfram, þá þurfum við eitthvað að hugsa þetta. Þú nefndir íslensku krónuna, sjávarútvegurinn enn og aftur, þetta alþjóðleg grein, en hvernig það þó fyrir greinina bara svona almennt, sem sagt ég gerir ráð fyrir að tekjurnar séu þá aðalega í evrum og dollarum líklega, en svo sem sagt stór hluti útgjaldana í íslenskri örmynt. Ég held að sjávarútvegurinn sé orðinn mjög fær í því að aðlega sig að þessu, sveiflum í gengi krónunnar sérstaklega. En það sem að kannski ósk eða vilji sjávarútvegs bara gengið sé nokkuð stöðugt, að það sé ekki mjög miklar sveiflur, því það erfitt í rekstrinum, ófyrirsjáanleikinn. Ef að menn sjá fyrir að þú hefur nokkuð traust á því að það sé ekki miklar sveiflur í gengi íslensku krónunnar, þá mun sjávarútvegur aðlaga sig að því gengi sem þá hið rétta gengi krónunnar. Við erum alveg komin löngu framhjá svona þeirri hugsun að það einhvern veginn að fella gengi krónunnar vegna sjávarútvegs eða annað þess háttar. Hér áður fyrir var það auðvitað vegna þess að það var einu útflutningsatvinnuvegur okkar, þannig að menn urðu að grípa til aðgerðum og sjávarútvegur var farin að bíða verulega hnekki. Þannig að það var ekki bara fyrir sjávarútveg sem gengi krónunnar var fellt, heldur bara það að við værum að flytja út einhver verðmæti. En ég meina þessi málflutningur algjörlega búinn. Í dag bara krafan svo að við séum hér með eitthvað skynsamlega efnahagsstjórn, þannig að við höldum genginu tiltölulega stöðugur. En þessi staða, það mikill öldugangur alltaf frá ársfjórðungi til ársfjórðungs. Það þá, ég meina þetta áhættus, það mikil áhætta fólkin í því að vera í sjávarútvegi. Og það auðvitað margar breytur sem þar koma inn í sem að við höfum nákvæmlega engin áhrif á. Ég meina bara gengt fiskistofna inn í lögsöguna. Samningar við önnur ríki í tengslu við deilistofna. Það auðvitað bara markaðsaðstæður og pólitískar aðstæður á erlendum mörkuðum. Rússland hvarf svo til á einni nóttu. Nígería hefur verið mjög erfið vegna efnahagsþrenginga þar út af olíuverðslækkunum. Þannig að þetta breytur sem að við gerum ótrúlega lítið með. En hins vegar önnur breyta hér sem líka stór sem við höfum töluverð áhrif á. Og það einmitt bara pólitík og hvernig við, hvernig löggjafinn býr hnútana hvað rekstrarskilyrði sjávarútvegs varðar. Og eins og ég segi, fyrirsjáanleg og stöðug löggjöf það í raun eina krafa sjávarútvegs.
að menn sjái langt fram í tíman því þú verður að fjárfesta til 20-30 ára, þú verður þá að vita hvaða tekjur eru að koma og hvaða auðvitað aflaheimildir þú munir hafa í fyrirsjáanlegri framtíð. En þessi umræða einmitt, hún fer væntanlega núna á fullt skrið í aðdraganda alþingiskosninganna. Sjávarútvegurinn að nýta auðlindirnar og svo sem sagt hvernig það allt saman fer inn í nýja eða breytta stjórnarskrá. Hvernig ná að ná sátt þetta allt saman? Það bara $1 milljón spurning, en það mjög misjafnt hvaða skilning fólk leggur í orðið sátt. Ég ekki þeirrar skoðunar að sátt felist í því að við einhvern veginn hættum að ræða sjávarútveg og þetta verður allt eins og blómstrið eina. Nýting á auðlind í eðli sínu pólitísk. Þannig að það verður alltaf að einhverju leyti tekist á hvort að við séum að hámarka hér verðmætin og í hverju verðmætin felast. Felast þau einmitt í auknum útflutningstekjum eða felast þau í því að skapa störf. Það bara misjafnt hvernig flokkar sem að ná sæti á Alþingi meta sem verðmæti. En þegar öll á botni hvolft að þá hef ég nú þá trú á þessum 63 þingmönnum sem að skipa löggjafar þingið að þeir komist nú að skynsamlegri niðurstöðu að endingu og ég held svona í flestum tilvikum höfum við gert það. Og það ástæðan fyrir því kannski að kerfið sem við búum í dag gott, að það einhver skynsemi í því. Þannig að ég hef fullt trú á pólitíkinni alveg óháð því hvernig kosningar fara. Við hljótum alltaf endingu að ræða okkur niður á skynsamlegustu lausnina. En samt sem áður ég talað að það væri ekkert óeðlilegt sem sagt að binda nýtinguna við einhvern tiltekinn árafjölda, einhverja áratugi, en að þetta verði ekki bara eign viðkomandi útgerðar. Þetta eitthvað sem eitur í ykkar eyrum. Það sem að hefur skapað verðmæti í sjávarútvegi þessi varanleiki afnotaréttarins. Að þú getur gert ráðstafanir langt fram í tíman og þú hefur þannig náð að samtvinna hagsmuni ríkisins af nýtingu auðlindarinnar og hagsmuni fyrirtækjana sem eru að nýta auðlindina. Vegna þess að þau hafa þannig hagsmuni af því að við séum til dæmis ekki að stunda ofveiði, vegna þess að það mun þá bitna á þeim síðar. Ef að þú hefur bara takmarkaðan tíma þar sem þú hefur aflaheimildir, þá, reynslan, þar sem að það hefur verið gert hjá öðrum þjóðum, að þá sjáum við svona, hnignun, má segja, að, ofveiði jafnvel eykst vegna þess að menn hugsa, ég á þessar aflaheimildir í dag, en ég á þær kannski ekki eftir 5 ár. Af hverju á ég að hafa einhverja hagsmuni á því að við séum að nýta auðlindina inn í alla framtíð, þegar ég mun ekki vera starfandi í þeirri framtíð. Þetta sáum við til að mynda og höfum séð í skýrslum frá Færeyjum. Þannig að maður þarf að velta fyrir sér og þegar komið með nýjar hugmyndir að svona verulegri umbreytingu á kerfinu, þá verðum við líka að ræða hvaða áhrif það muni hafa. Og annað sem að þessi varanleiki afnotaréttarins hefur auðvitað skapað fjárfesting. Þú ert að fjárfesta í að skip, þau eru fjármögnuð til 20, jafnvel 30 ára. Þú ert að fjárfesta í vinnslu til margra ára, jafnvel tuga. En ekki síður, þú ert að fjárfesta í nýsköpunni. Og nýsköpun ekkert eitthvað sem svona nice to have. Þetta nauðsynlegt, eins og við erum búin að vera að tala hér, til þess að skapa aukin verðmæti. Og nýsköpun ekki eitthvað sem verður til á 1 ári eða 2 árum eða 3 eða jafnvel 10 árum. Hún verður til á 20, 30, 40 árum. Mér finnst ofta ágætt að nefna bara Völku sem dæmi. Þetta fyrirtæki sem stofnað 2003 að mig minnir. Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins sem var reyndar ekkert inn í þessu frá upphafi, hann seldi hlut sinn fyrir 2 árum, 2018. Þannig að 15 ár að þá svona sá sem að fjárfesti í svona frumstigum fyrirtækisins, hann sá fyrst tilefni til þess að stíga út. Þannig að þarna sjáum við bara svona prósessin sem að felst í því að ná síðan raunverulega tilbaka öllum fjármununum og tímanum sem að þú hefur varið í það að leysa vandamáli sem þú þurftir að leysa. Valka fyrirtæki sem að framleiðir fiskvinnsluvélar. Já. Þetta annað atriði sem að við sjáum ekki í sjávarútvegi annarra þjóða.
Inn í samtök fyrirtækja í sjávarútvegi fiskeldið komið, laxeldið, þetta mjög umdeilt. Erlend fyrirtæki eru mjög ráðandi í þessum fyrirtækjum. Sér þú fyrir þér í framtíðinni að erlend fyrirtæki komi inn í þennan hefðbundna sjávarútveg sem við höfum að tala Alþjóðavæðingin þetta bara alltaf að aukast, þannig að það gæti svo sem gerst á einhverjum tímapunkti, en aftur það þetta löggjafans ákveða það og ég ætla að leyfa löggjafanum, ég ætla að treysta honum til að taka skynsamlega ákvörðun í því. Hvað fiskeldi varðar, þá það náttúrulega kannski ekki jafn augljós nýting á auðlind, sameiginlegri auðlind þjóðar, en ég held að það hafi blessunarlega orðið þannig að erlendir aðilar hafi sér tækifæri því að fjárfesta hér á landi í fiskeldinu. Við höfðum verið margra ára skeið og gengið nokkuð brösulega við Íslendingar að þróa og koma upp lífvænlegu fiskeldi í sjó sérstaklega og það, sú saga kannski var ekkit sérstaklega, það voru ekki líkur á því að hún myndi halda áfram eða leiða til mikils ávaxtar. Þannig að þýletunum til getum að fagnað erlendri fjárfestingu því að það ekki bara fjármunni sem þá kom inn. Það þetta reynsla og þekking þeirra sem að komu með þá fjármunni sem eru frá fiskeldi í Noregi, sem eru þar eru þeir heimsmeistarar í eldi, klárlega. Þannig að vonandi koma þeir þá inn með þekkinguna sem felst í því að gera ekki sömu mistökin aftur og aftur og aftur. Þannig að við erum að byggja á reynslu normanna þar og ég held að þar hafi tekist ágætlega til. Ég meina við sjáum það að verðmæti í fiskeldinu eru að aukast stórstígum bara ár frá ári núna á undanförnum 2-3 árum og vonandi heldur það áfram. Til þess að fyrirtæki geti vaxið og dafnað, þá eitt af skilyrðum það að fá inn ungt, vel menntað fólk. Þetta spennandi atvinnugrein, sjávarútvegur, hann hefur ekkert hingað til verið talin eitt voðalega spennandi. Mér finnst þetta frábær spurning vegna þess að ég kem sjálfur ekki með sérstakann bakgrunn í sjávarútvegi. Ég var nú bara í lögmennsku og hafði ekki hugsað mér sérstaklega til hreyfings í því. Og þekking mín á sjávarútvegi var ekki önnur en svo að faðir minn hafði verið skipstjóri til margra ára og áratuga. En mér finnst þetta svo skemmtilegt og þetta svo mikil dýnamík í þessu og þetta svo fjölbreytt. Og ég veit alveg að þegar maður ungur þá hefur maður áhuga á því að starfa í alþjóðlegum geira, flytja til útlanda lengri eða skemmri tíma og allt þetta. Sjávarútvegur bara þetta tikkar í öll þessi box að vera í góðum samskiptum við umheiminn, að selja frábærar afurðir, selja íslenska land, bara Ísland. Að mér finnst það klárlega eitthvað sem að ég vona að ungt fólk hugsi meira þegar það að velja sér starfsvettvang. Því ég veit alveg að kannanir sýna að fólk hefur einmitt áhuga á að starfa í alþjóðlegu umhverfi. Og ég hef af því reynslu núna að sjávarútvegur eru í raun það fólk allan heim hvern einasta dag að koma þessum afurðum á framfæri. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi. Þakka þér fyrir spjallið. Jú, takk.